Góðan dag. Nú erum komin að háaloftið á Iðnó og við ætlum að taka viðtal við Gerði Kristnýju bókina Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf. Sæl Gerður. Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf þriðja bókin forseta Íslands. Hvað bókin? Þessi bók gerist í konungshöllinni í Oslo. Prinsessan, hún Margrét Elísabet Ingiríður Elísabet Margrét hefur boðið forsetanum í heimsókn vegna þess að pabbinar og mamma ætla að vera næstu konungur og drottning Noregs. Aðeins og amma nenna því ekki lengur. Þannig að þetta krýningarveisla sem forsetinn á að sækja. Og það eru komnir þarna fjöldi gesta, alþjóðlegir gestir hvaðan að úr heiminum. En enginn þeirra getur sofið vegna þess að það eitthvað á sveimi í höllinni sem heldur fyrir þeim vöku. En hefurðu komið í konungshöll þar sem bókin gerist? Nei, ég hef aldrei komið í svona konungshöll. Það held ég bara ekki. Þannig ég var bara að ímynda mér hvernig þetta væri og held að þetta sé nú bara ósköp svipað. Ég læt alveg krakka banka upp á í konungshöllinni í Oslo og selja klósettrúllur og biðja dót á tombólur og svona. Þetta örugglega bara eins og svona, ég veit ekki, svona, já það eru ruslalúgur og hvað eina þetta. Þetta örugglega bara eins og svona fínni blokk í Háaleitinu. Hefurðu komið oft á Bessastaði? Nei, ég held ég hefði komið þarna bara 3 svar. En þá bað ég að fá að skoða efri hæðina. Það var eitthvað svona vörður við dyrnar eða ég veit ekki hvað, þjónn eða eitthvað og ég spurði hann, bannað að fara upp á efri hæð? Og hann sagði mér að það væri, honum hefði ekki verið sérstaklega bannað að hleypa fólki þangað upp, sagði mér. Hann sagði þess ekki bara nei eða já, mér fannst það svolítið svalt hjá honum. En hann var greinilega ekki alveg öruggur með það, hvort að fólk mætti vera að þvælast uppi. Þannig að ég bara brá mér upp að efri hæðina og skoðaði þar og komst nú að raunum að það væri rangt hjá mér að segja í einhverju bókinni að svefnherbergi forsetans væri á efri hæðinni. Greinilegt að það sofið einhvers staðar annars staðar í öðru húsi jafnvel. Þannig að ég verð bara að fá að hafa mína hentisemi og ráða því í mínum bókum hvar sofið á Bessastöðum. En ég hef fengið það aðeins að svona rangla þarna í aðalbyggingunni. Svo fór ég þangað í febrúar til að taka á móti íslensku bókmenntaverðlaununum og þá myndi forsetinn ekki hvað ég hét og sagði bara eitthvað annað nafn og mér fannst það svolítið skemmtilegt vegna þess að forsetinn, hann lætur alveg eins í prinsessunni á Bessastöðum. Þá man hann aldrei hvað Margrét Elísabet Ingiríður Elísabet Margrét heitir og alltaf að rugla eitthvað með nafnið hennar. Þannig að þetta var svolítið viðeigandi, svolítið smart af honum að vísa svona í bækurnar mér. Áttu þér uppáhaldspersónu í bókinni? Forsetinn náttúrulega uppáhalds. Mér finnst hann svolítið skemmtilegur og eftir að hafa fylgst með sýningunum í Þjóðleikhúsinu þá finnst mér ég þekkja hann betur og allt þetta fólk, Halldóru ráðskonu og svona. Þannig að já, mér finnst Ómar, egypski strákurinn, svolítið skemmtilegur og náttúrulega prinsessan sjálf. Þess að maður veit aldrei hvað hún gerir næst. Mér finnst hún bara svolítið svona óvenjuleg prinsessa. Já, ætli Margrét Elísabet Ingiríður Elísabet Margrét sé ekki bara svolítið upp á allt. Þú hefur skrifað kvæði og sögur. Öðruvísi að skrifa leikrit? Já, það allt öðruvísi. Þá getur maður ekkert stoppað og farið að lýsa veðri eða eitthvað álíka, eitthvað svona stemningu. Það eitthvað svona sem verður að koma inn á annan hátt. Leikmyndahönnuðurinn kemur kannski bara með það inn fyrir mann. Þannig að það verður að vera allt svo eitthvað svo strípað. Þannig að það allt öðruvísi. Og verður framhald af bókinni? Þessar bækur hafa komið út á 2 ára fresti og ég þarf bara að sjá til hvort ég verði aftur komin í spreng eftir 2 ár og finnst ég þurfa að segja hvað gerist næst. Það ýmislegt það sem þarf að leiða til lykta, ástarsögu forsetans og auðar til dæmis. Það nú spennandi brúðkaupið á Bessastöðum. Væri það ekki brillsteinum? Prófum það, hvernig það þróast núna í höfðinu á mér næstu árin. Já. Þá kannski sest maður aftur við tölvuna
opnar nýtt skjal og svo byrja ég alltaf að skrifa fánasetningar og svo býð ég til annað skjal með krökkunum sem ég ætla að gefa bókina þegar hún kemur út og þá fyrir alltaf að hlakka svo til að ég verði miklu fljótari að skrifa. Þetta svona trikk, þetta svona gulrót við skriftina. Hérna eru allir veislugestir komnir til Osloar og þeir leggjast til svefns. Sumarnóttin leggst yfir norsku konungshöllina. Úr hverju herbergi berast hrotur frá kóngum, drottningum, forsetum, greifum, greifinjum, prinsum og prinsessum. Það eru þó ekki allir sofandi í þessa nótt því skyndilega hrekkur forsetinn upp af ljúfum draumi. Hvað vakti hann eiginlega? Hann leggur við hlustir garnaköll. Hann svangur. Nú heyrast skruðningarnir aftur, en af þessu sinni berast þeir ekki úr vömbin á honum, heldur utan af gangi. Forsetinn læðist niður úr kojunni sinni, opnar dyrnar ofurvarlega og gægist fram á gang. Skruðningarnir koma neðan úr kjallaranum. Ætli þetta sé garnagöl frá glórsoltnum risa sem hefur hreiðrað þar sig. Prinsessan myndist á ískur og skrölt en ekki glórsoltin risa. Forsetann dauðlangar að vita hvað veldur þessum hávaða en hann þorir ekki fyrir sitt litla líf niður í kjallaranum. Halldóra, ráðskonan á Bessastöðum, brýndi líka fyrir honum að fara varlega og það myndi hann sko ekki gera ef hann ryki ofan í draugalega kjallarann. Og nú heyrast undarlegt ísku og gott ef ekki óhugguleg hljóð líka. Hroturnar úr næstu herbergjum snar hætta. Dyrum sveipt upp og veislugestir storma skelfdir út úr herbergjunum sínum. Ómar stekkur líka fram að gang og spriklar út í loftið. Ómar egypskur strákur sem í sama herbergi og forsetinn. Þetta svona svo að hann sé að mæta nefnilega í sumarbúðir. Og hann skikkað til að vera með öðrum í herbergi og þeir deila saman kojum og Ómar í neðri kojunni. Forsetinn svo heppinn hann fikk efri kojuna. Áður en Ómar veit af hefur hann gefið pólska forsetanum karatespark í myrkrinu. Hvað þetta, hrópar sá pólski með forsetaborðan sem ramskakkan yfir náttúrunum. Bara ég fyrirgefðu, ég hélt að væri skrímsli, segir Ómar. Ég vaknaði við hávaða, var þetta skepna eða hrökk vél í gang, spyr hollenska drottningin. Náttkórónan hennar hefur aflagast og liggur út á hlið. Enginn veit neitt, allt í uppnámi og einn greifinn tilkynnir að hann ætli heim strax í fyrramálið. Ég hef ekki taugar í drauga, segir hann skelkaður. Ef þetta þá draugur, kannski þetta skrímsli, bætir sænska drottningin við. Mikið fát grípur sig. Draugur, skepna, skrímsli, hvað eiginlega á sveimi hér í höllinni? Heyrðu, takk fyrir.